Það komið sæl, sín Egilsheilsa þessum sunnudegi sem og öðrum. Hér á eftir koma til okkar Halla Gunnarsdóttir sem formaður VR, Guðrún Margrét Guðmundsdóttir mannfræðingur og Eva Heiða Önnudóttir prófessor í stjórnmálafræði. En í fyrri hálfleik það Benedikt Jóhannesson, fyrrverandi fjármálaráðherra og stærðfræðingur. Já, og Magna Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, má ekki vera að kalla blaðamaður eða ertu upplýsingafulltrúi? Já, en kallaði mig bara Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, það alveg nóg. Já. Nei, blaðamaður fínt heiti, starfsheiti. En ég starfa náttúrulega sem upplýsingafulltrúi. Jú. En hafið þið fylgst mikið með þingfundum núna síðustu daginn? Ég var límdu við skjáðan alveg, bara að heyra hvað Sigmundur segir næst. Bara það nötrar allt og titrar út af bókun 35, sko. Já. Ég las bara það sem var vitnaði Helga Bernhardsson sem var fyrrum skrifstofustjóri að málþóf er ekki sama málfrelsi og hann vill raunverulega breyta þessu. Honum finnst þetta alls ekki til sóma og reyndar gerði svona samlíkingu með nauðgæði er ekki sama kynfrelsi sem fannst ekki alveg kannski passa sem samlíking en samt sem áður, maður hefur þetta fylgst með þessu og hvernig koma Miðflokksmennirnir hver á fætur öðrum og hafa í raun og veru ekkert að tala annað en að tefja atkvæðagreiðslu máli. Já. Ég verð að viðurkenna, ég hef bara einhvern veginn ekki fylgst með þessu og geri það bara fyrir sjálfa mig. Það er bara eitt af því sem ég geri bara til þess að lifa af. Það er að fylgjast ekki með málþófi Miðflokksins 35. bókunina. En þetta náttúrulega þessu skýtur upp í fréttum. Ég verð að segja það, mér finnst til dæmis alveg ótrúlegt að það byrjaði fréttatími Ríkisútvarpsins núna í hádeginu á málþófi Miðflokksins og svakalegri móðgun að það væri þingfundur á sunnudegi. Því að nú er þetta fólk sem búið að blaðra þarna alveg samhengislaust í ég veit ekki hvað, langan tíma þessa bókun 35. Nú er það orðið svo kristið að það getur ekki farið í vinnun á sunnudegi. En sko, ég held að við sem að vitum að þessu... Og það riður úr helstinu bara þarna nýhöfnu stríði milli Írans og Ísrael og það kemst ekki að nema það að Miðflokkurinn er óánægður með að þurfa að blaðra á sunnudegi. Ég held að við sko sem vitum að þessu við erum ekki að hlusta á ræði til ræði. Nei, við erum ekki að hlusta. Það er ekki hægt. Helgi var líka að segja að þetta væri bara svona óvirðing við þingið og þingmenn. Mér finnst þetta líka bara óvirðing við kjósendur og bara almenning í landinu. Þetta er bara óvirðing við almenna skynsemi. Svo var þarna á Stöð 2, sama ekki lengur segja Stöð 2, á Bylgjunni var þarna mjög löng frétt hláturskast Sigríðar Á Andersen í þessu málþófi öllu og mér finnst þetta bara til skammar. Það logar, ég meina ef þú ferðin á erlenda fréttarsíður þá er verið að fjalla þessi mál sem eru að brenna á okkur mest. Ekki einhverja örfáa kjána sem eru að taka Alþingi í gíslingu út af einhverju rugli. Mér finnst líka samt sem áður að það sé verið að senda skilaboð inn í það sem hefur verið að gerast undanfarið þarna Ísland þvert á flokka út af því að bókun 35 hver andstaðan Miðflokksins felst í því að það sé nánast landráð og afhending á og framsala og fullveldi út af því að þetta felst í því náttúrulega ef það er einhver svona árekstur á milli íslenska löggjafar og Evróputilskipana þá víki íslensku lögin og ég meina auðvitað þú veist, ég meina við fengum fyrst mannréttindakafli í stjórnarskrá þegar við gengum með Evrópska efnahagssvæðið og meina voru íslensk lög sem meðal annars fólu í sér þá hagsmunaárekstra sýslumaður og lögreglustjóri voru einn og sami maðurinn og svo framvegis. Þannig að það hefur náttúrulega verið rosalega mikið réttabót í því að ganga til liðs við Evrópska efnahagssvæðið. En það er verið að spila inn á þessa tilfinninga líka. Þú veist, þess vegna er þetta leikrit í gangi. Og það er þannig að við stöndum hér vörðum fullveldi Íslands og viljum ekki framselja fullveldi okkar og sjáu þið, hér stöndum við vaktina allan sólarhringinn. En getur verið, eins og ég var nú að reyna að hinta á þann að við séum að veita þessu ómikla athygli af því að leikrit ganga náttúrulega ekki þarna endalaust nema það séu einhverju til að horfa á þau og af því þú nefndi nú þennan fund Ísland þvert á flokka á Austurvelli sem eru einhverjir svona
Já, eitthvað samansafn af rugludollum sem að koma þar saman og fær alveg ótrúlega athygli í rauninni þegar maður hugsar öll þau almannasamtök á Íslandi sem að starfa og að beita sér fyrir umhverfisvernd, að beita sér fyrir friði, að beita sér fyrir starfi fyrir börn, alls konar í rauninni þjóðþrifamálum sem að við erum að einhverju leyti kannski höfum öll einhverju hagsmuni að. Þau fá enga athygli, þau þurfa að berjast fyrir því að komast inn í fréttir með það sem að... Ekki viðskiptaráð, þeir eru alltaf í kastljósi. Já, að viðskiptaráði undanskildu, ég var nú... en finnst ykkur þetta ekki skrítið? Svo koma þarna einhverjir 10... einhverju skringlar og ætla að fara að bá svona þjóðerniskenda á Alþingi og þá fyrir bara allt þjóðfélagið á hliðina. Við erum að veita þessu aðeins of mikla athygli, bæði þessu málþófi og þessum skringiliheitum þarna á Austurvelli. Já, ég er bara þjóðin, fjölmiðlar sem eru okkar við erum með kastljósið of mikið á þessu skrýtna fólki. Það er vissulega einhvers konar vaxandi þjóðerniskend í samfélaginu. Það er vaxandi rasismi, en hann er einhvern veginn að mestu leyti sem betur fer bundin við mjög fámennan hóp. En það er óþol hins vegar gagnvart útlendingum í landinu og það er líka þarna eitthvað sem við verðum að horfa. Við verðum að viðurkenna og það er kannski ekki bara, þú veist, það er ekki við rasism að sakast alltaf, það er líka við stjórnvöld að sakast. Vegna þess að innviður okkar er að morkna niður. Það er endalausir þarna út af endalausum túrisma sem að greiði lítið til samfélagsins, út af innflutningi á erlendu verkamönnum sem að við gerum lítið fyrir og þarna við erum ekki að standa okkur í að þarna hugsa þessa innvið okkar og það veldur álagi á samfélagið og það veldur óþoli hjá almenningi og við þurfum að horfast í augu við það. Það er ekki rasismi, en það er vissulega rasismi þetta pakk þarna á Austurvelli og það sem að það hefur til... Þú veistu að þau eru búin að kæra einhverja 3 fyrir hatursorðræðu. Já, það er mjög gott að nota í raun og veru þetta hegningalögin eins og bara maður getur gert. En ég var aðeins að skoða að það er svona aðeins þessar þjóðernishreyfingar sem hafa verið á Íslandi eins og það var einn frá 1934-44 sem hétt Þjóðernishreyfing Íslands og var svona höllandi nasisma og svo 2001 kom félag íslenska þjóðernisina og ég man ekki eftir hvort í muni að það var viðtal við hann varaformanninn í DFF og þá einmitt fekk hann kæru fyrir að hafa brotið hegningarlags ákvæði 233a, þú veist, út af að hann var að tala niðrandi fólk sem var svart eða sem sagt, líta fólk og hann fekk dóm og það var fésett í héraðsdóm og hann áfrýjaði og það var þrefalda Hæstarétti og það var svona ákveðin skilaboð inn í samfélagið og þetta var þeir svona flosnuð upp, þetta voru einhver bræður undir Eyjafjöllum og þeir hættu og síðan 2006 þá var gerð svona bara könnun hvort það væri svona fylgi við þjóðernisflokk á Íslandi og það er einhver maður Ásgeir Hannes Eiríksson sem ég veit ekki hver er en hann var svona það var út af það var út af að vera komin ógn af erlendu fólki svo 2016 kom íslenska þjóðernisfylkingin hún ætlaði auðvitað að bjóða fram í öllum kjördæmum og tókst ekki að fá tilskil fjölda undirskrifta og líka klofnaði og 2018 var frelsisflokkurinn stofnaður hann var svona álíka jaðarsettur og svo er norðu við 2019 og núna 2025 Ísland þvert að flokka en það sem ég fannst vera áberandi núna er að, þú veist, þetta sjálfstyrð sem eru komið með að mæta Austurvöll með íslenska fánan sem hinar hreyfingarnar gerðu aldrei. Það voru meira svona jaðarsettar og meira á jaðrinum og eitthvað svona að príla en ég fór einn svona fyrirlestur og það var örugglega fyrir 10 ára síðan og þá var sagt að væri alveg komið grundvöll fyrir svona flokk. Það sem vantaði væri í raun og veru leiðtogi sem að höfðaði til fólk sem hefði svona karisma og það kannski gerist pínuleiti með Sigmundi Davíð þegar hann fer að auðvitað framsóknir svona þjóðrækniflokkur en hann fer að færa meiri til hægri hann var alltaf mjög virkur í Indefense og verður svona pínlítið þjóðheita í kjölfarið svo stofnar hann miðflokkin og nú eru þeir komnir og þeir eru að gera þetta á Alþingi og þeir eru í jakkafutum eins og Snorri Már og allir skallar skiptunhappa, ermanhappa og fínir. Nákvæmlega. En Benedikt, hvað segir þú þessar
reyfingar allar sem að gerast? Sko, það sem nú mest áberandi, þetta bæði í þessum umræðum núna og áður voru nánast sömu umræðurnar sko þriðja orkupakkan. Það var aldrei verið, þetta umræða án innihalds. Það aldrei bent á að segja, þessi lög, íslensku lög eru í hættu. Þetta alls saman íslensk lög, það ekki, þau bara koma frá af því við erum í Evrópska efnahagssvæðinu. Og ég eiginlega vil valla vera eyða mikilvægum tíma þessa þáttar í að vera í þetta lið. Svo ég segi nú bara alveg eins og Mér langar ég hef bara eiginlega engan áhuga á því og enga virðingu fyrir því. En sko mér langaði samt að segja eitt að að það kona sem skrifa bók hefur Pankja Mishima, Age of Rage hétt hún, og ef maður googlar Age of Rage þá rosalega mikið umræða þetta svona öld reiðinar og þú veist, og það verið að benda á það eins og tilmynda sko eftir hrunið þá og fjárhagskrísan 2008 þá missi fólk í raun og veru trú á stjórnmálsþættina. Þú veist, hægri sinnaðir, þeir eru með fjármálaöflunum, þeir sem eru vinstri svona menntaðir og menningarsinnaðir og svona venjulega fólk, Jón og Gunnar sem eru að berjast í bökkum, þeir finnst þau ekki eiga neitt fulltrúi, enginn sem þú treystir og í raun og veru og það myndast tómarum og Jón Gnarr og bestiflokkurinn fyllti það tómarum á Íslandi, bara þökk sé Guði vegna þess að en það sem að gerast núna að þessi svona meira hægra öfgaflokkar að fylla þetta tómarum og þetta það sem að og þetta það eru búið að gera rannsóknir á þessu dálítið lengi eins og ein stór sem tók til 51 landa árið 2001 og hún sýnir að það sem að sko í þeim löndum það sem mest upplifun af spillingu vangetu stjórnvalda til þess að mæta þörfum almennings, misskipting, þar verða öfgarnar meiri vegna þess að fólk missi svo mikið traust á stjórnmálkerfið. Traust til Alþingis, það er hríðfjall eftir hrun, það hefur varla náð að jafna sig eftir það, 25% traust Alþingi, 75% gerða ekki og þá og þetta talið líka og mesta aukningin síðastliðin 40 ár í Pólun og Skautun hefur átt sér stað í Bandaríkjunum samkvæmt rannsóknum og í Þýskalandi og síðan fleiri löndum og þetta er að verða jafnt í mjög eða svona rótgrónu lýðræðisríkjum eins og Danmörku og líka það sem heitir svona emerging democracy eins og Pólland og Tékkland og svo framvegis og þetta hefur auðvitað líka með áhrif samfélagsmiðla að gera. Það ítir undir skautunina og svo hefur þetta líka auðvitað rosa mikið með stjórnmálaflokkarna að gera sem eru að manipulera með þessa reiði og það er verið að tala svona, það annar höfundur sem ég var að lesa að hann talar hann er þýskur heimspekingur, hann talar tvenns konar reiði, svona banked rage sem er svona innibyrð eða réttlát reiði og svo dispersed rage sem er svona meira óreiðu reiði. Það veisti og fyrir reiðin leiti til þess að fólk fer svona að skipuleggja sig og berjast kannski fyrir einhverjum umbótum og eitthvað jákvætt gerist í kjálfarið og kannski bara beita sig gegn aðskilnaðstefnu eða eitthvað en hinn er svona, fólk er reitt, það veit samt ekki almennilega á hverju, það veit ekki alveg hverju lausnin er og Helvítis fucking fuck er góð setning fyrir það. Helvítis fucking fuck og þá beinist reiðin bara dálítið mikið af og þú veist og þetta verður meira svona hópamynd við og hinir og þú veist og hóparnir fara svona ég leið strífi hvert annað og þá finnur bara einhvern sökudólk og þú veist út af því að þú getur ekki einu sinni treyst stjórnvöldum til þess að taka þig alvarlega út af þeir eru búin að sýna það að þeir finnst þú ekki skipta máli og og þá er bara maður velta fyrir sig eins og Ísland þvert á flokka þú veist það voru 4.000 fyrst þannig sem hópinn þeir eru komið fyrir 5.000 4.1% af allir þjóðinni En þetta hér en svo náttúrulega horfum við líka á hvað að gerast í Bandaríkjunum. Þegar ég ætla að andmæla henni Þóru Kristínu sem ég hef oft unnið með á ríðstjórnum með mat í fjölmiðlum þá erum við að segja frá frávikum sko. Við erum ekki að segja alltaf frá hinnu almenna sko. Í dag fóru svona margir sjálfboðaliðar í Rauða krossinum til starfa en það við erum það er bara við kunum bara eðli sögunar að við skoðum frávik. Þannig að mér finnst í sjálfum sér ekkert að því að fjölmiðlar beini athygli á því. Ég er eins og saman á því að þetta máls og getur ekki verið fyrsta frétt hjá Ríkisútvarpinu dögum saman. Bara miðað við það sem er í gangi í heiminum og bara á Íslandi ekki heldur. En þetta er líka svolítið dapurlegt að því
ég svona þykist tekja eitthvað smávegis til minnst einhvers fólk sem að núna í miðflokknum. Þetta eru ekki allt saman vitleysingar, en þeim breytast í svona Lýðskrumara. Lýðskrumara, og svona hálfgerða kjána bara allt í einu við það að koma undir áhrifavald þessa mikla leiðtoga sem að þar Svo sambandið það sem Magni að segja, þá þetta líka birtingarmynd af falli á trausti á lýðræðinu og opinberum stofnunum, svona bara stofnunum samfélagsins í okkar heimsluta og sérstaklega á Íslandi og það birtist meðal annars með því að verða til svona hópar. Ég hins vegar tók eftir því eftir fyrsta fundinu, þá fannst mér vera svona tónn í mörgum að ég bara vilja fara á Austurvöll og spyrja þetta fólk hvað væri að. Ég veit ekki hvort þú fáir skynsamlegt svar út úr því, hvort þú fáir einhverja leiðsögn það af hverju það er svona mikil reiði í samfélaginu sem að meðal annars birtist með þessum hætti. Ég held að þetta sé frávik af því, en við ættum eins og að hafa svolítið fókus á því af hverju hefur almenningu mist traust á stjórnmálunum og opinberum stofnunum og bara stofnunum samfélagsins og vinna á því. Það er bara raunverulega mikilvægt samtal sem að verður að fara fram. En það er alveg sama með Alþingi og útlendingana. Það eru einhverjir hópar vitleysinga á útlendingum, það er einhverjir sagt að ég séu glæpagengi og svona. Þetta er bara mjög lítill hluti, alveg eins og á Alþingi. Þar eru einhverjir vitleysingar og það eru þeir sem ákveða það og fólk segir ég hef enga trú á Alþingi, ég hef ekki dálit á Alþingi. Það hefur jafn lítið álit á Alþingi eins og þeim sem það hefur minnst álita. Þau sem taka sér dagskrárvaldið. Það er náttúrulega skilgreinin sem engi sé vitleysing, Það er eitthvað voðalega vók að fólk með skilgrein sig sjálft. Það er ekki vitleysingarnir og við hinnir, Nei, en það er samt... En við hinn vitum það samt. En það er samt þannig að við eigum ekki að vera alltaf með fókusinn á vitleysunni, hvort sem það eru vitleysingar sem fara fyrir henni eða einhverjir aðrir. Við eigum pínlítið stundum að hefja okkur yfir það. Og ég er ekki að segja að ég þakka niður en svona til dæmis vitleysisgangur eins og er núna á Alþingi þrífst á athygli. Þessi vitleysisgangur á Austurvelli, hann þrífst á athygli. Stundum er ekki hægt að finna vit í vitleysunni. Nei, ég er algjörlega sammála vegna þess að mótvægi við þessu. Það er akkurat vöndu líka fjölmiðlumræða sem setur hlutina til að mynda í samhengi. Og því miður það eru allt og fáir sem eru að benda á staðreyndir málsins sem eru liður í því að eiga við vitleysuna og þennan undirróður og áróður. Því alveg eins og Bendit var að benda á, þá eru þetta tiltölulega fámennir hópar í samfélaginu sem að taka alla athyglina í umræðu til dæmis útlendingamál, í umræðu alls konar mál. Ég ætla að ég reiknaði áður ég kom að Ingibjörg Davíðsdóttir, Miðflokki, hún er fyrst á mælendaskrá í dag og hún byrjar núna klukkan 1 og þá heldur hún sína 43. ræðu þetta mál. Pappennar, Davíð Aðalsteins frá Arnbjargarlæk, hann satt 8 ára á þingi fyrir Framsóknarflokkinn og samkvæmt vef Alþingis þá flutti hann 52 ræður á 8 árum en dóttir hans er núna 43. ræðuna sama máli. Þetta sýnir nú yfirburð kvenna. Nei, hann var svona flottur maður En varðandi málþófið, það var eitt í þessu að ég skynja hjá miðflokknum svona mjög sérstaklega hugmyndir lýðræði. Það er að því að þú ert að tala einn heilaga leiðtoga þeirra sem að talar oftu, hann sé að mæla fyrir skynsemi eins og skynsemi í mannlegu samfélagi einhvern veginn rati í gegnum hans höfuð út hans munn. Og með þessa afstöðu þá trúir hann því, og margir sem eru með honum í þessu flokki, að miðflokkurinn hafi eiginlega heilaga skyldu vegna þess að þeir skynji betur raunverulegan vilja þjóðarinnar, auðveldra en allir aðrir með að skilja raunverulega hagsmuni og þess vegna berð þeim raunverulega ekki að beygja sig undir lýðræðið eða meirihluta vilja inn á þingi. Þess vegna er þeirra skilaboð eða þeirra verkefni raunverulega hafið yfir lýðræðið. Og þetta er sami tónninn og við heyrum bara hjá Trump og hjá mörgum flokkum í Evrópu og sem er bara hluti af því sem er mesta hættan sem að stafar á okkar samfélögum eru þeir sem að telja sig bara vita svo vel og séu svo nátengdir einhverjum raunverulegum sannleika að þeir þurfi ekki að eiga kerfin okkar, lýðræðið, drift, valddrift samfélag, mann bara leggja þetta alltaf að þeir vita bara betur. Þannig að mér finnst þetta hryllingur að horfa á þetta. Náttúrulega með Trump þannig að segja hernum á sína eigin þjóð.
En núna náttúrulega sko eina vonin, þetta eins og í Bandaríkjunum, það auðvitað að hérna í raun og veru lýðræðislega stofnanir sko standist álagsprófið sem á þeim og það náttúrulega mjög áhugavert, þú veist, þessi dómur sem fellum að þetta væri sem sagt ólög, þessi tollar, allir þessi tollar, hann væri bara taxivald sem hann hefði ekki og þá talar hann einmitt þetta, að þetta dómur fólks sem ekki lýðræðislega kjörin, eins og hann segir lýðræðislega kjörin og það mjög auðvitað vekur von, þú veist, það mjög jákvæmt að sjá þessi mótmæli núna, no king, engin konungur, út öll Bandaríkin og þrátt fyrir að hann reyni að beita hernum og þýli, þannig að þú veist, fólk auðvitað standa upp á móti þessu og kannski vonandi sjá eitthvað aðeins í gegnum þetta. En ég meina það hann líka að missa fylgi meðal sko fyrirtækja sem farið inn í fyrirtækin og helmingurinn starfsfólkinu bara gerðuð brottrekur og þeir standa bara frammi fyrir því að geta ekki reikið fyrirtækin sín áfram. Þetta náttúrulega bara ótrúlega sko sama myndi nú gerast á Íslandi ef við myndum reka útlendinga. Það myndum heldur betur hrynja mörg fyrirtæki, byggingariðnaðurinn, ferðaþjónustan. Og það akkurat máli og talandi stjórnmálaflokka, þá finnst mér þó jákvætt að forsætisráðherra sagði þess í viðbrögð að það ætti ekki beina, ef fólk ætti eitthvað sökótt við einhvern, þá ætti það ekki beina því að fólki sem býr hérna og starfar og frekar að stjórnvöldum. Þetta náttúrulega þessi innviðasköld og allt það sem að valda vandræðum og líka bara hvernig húsnæðismarkurinn og hefur verið eftir hrun. Og þessi, markaðsvæða bara allt kerfið eftir 2000. En þar koma sko fjölmiðlarnir inn í og það ætti að vera að taka þetta inn í samhengið. Þangað á gagnrýnin að beinast. Hún á að beinast að sem sagt götóttum vegum þar sem það má ekki leggja á sko gistináttaskatt, það má ekki leggja neitt skatt á ferðaþjónustuna þannig að það sé hægt að sinna almennilegu viðhaldi. Við erum ekki að setja peninga í þarna heilsugæsluna til dæmis út á landi sem þarf að sinna sko stóruauknum ferðamannafjölda. Við erum ekki að setja peninga í skólana sem þarna til þess að mæta þessu álagi sem af þarna börnum sem eru með þarna koma mállaus inn í skólana. Já, og veistu það, jafnvel til að vera bara tímabundið. Svo tala við talsmann þessa Ísland þversta flokka, Sigfús, og það er ekkert verið, þetta sko það þarf meira svona eins og í BBC Hard Talk, skilur, af hverju segir þetta? Hvað hefur fyrir þér þessu? Þegar hann fyrir að tala það að fara á spítala og hann heyrir og finnur að það er rosa mikið tími sem fer í að sinna einhverjum 2-3 útlendingum. Hvernig veit hann, þú veist, að hvort þetta ekki ferðamenn og það 12, ég heyri það frá mannsku sem vinnur innan þessa heilbrigðiskerfis að það veri á hverjum tíma eða árlega, það veri 12-15% af öllum hjúkrunarrýmum að það veru ferðamenn. Þeir fá hjartaáföll og fótbrotna sig og ég veit ekki hvað. Já, allt fólk getur veikst. Já, allt getur fólks og fólk ekki skora á hólm með þetta. Og síðan fær þetta bara svona smitast út í alla umræðu. Það tengist líka bara hnígnun fjölmiðla því að eitt af því sem fjölmiðla að gera að vinna með samhengi hlutana, ekki bara að segja fréttinar. Ef þú segir bara fréttinar, þá ertu bara að bombardera á áhorfendur og áhorfendur. Það er rétt að mönnum hljóðnemann sem að eru jafnvel að spúa hatrið, þú verður að setja hlutin í samhengi eða sleppa því að fjallum. Og eins og þetta spúa hatrið, í þessu rannsókn sem ég var að skoða og mér finnst þetta áhugavert, maður að velta fyrir sig hvað í gangi. Það var að mér segja, þegar stjórnmála menn einmitt spúa hatrið, eins og þú segir, að þá hefur það rosalega áhrif. Ef að stjórnmámaður segir, heyrðu, nú skulum við bara láta kyrrt liggja, þú veist, við fordæmum ofbeldi og þar finnst mér, nú er þetta ríkisstjórn ekki ganga nógu langt. Þeir hafa ekki stíðinu í fæti og sagt, við líðum ekki hatursorðræði, við líðum ekki þessi vera ráðast og sérstaklega hópa fólk sem hér búa á grundvelli þeirra trúar eða uppruna hvað sem það er. Þetta svona hálfkák þar, en það hefur áhrif á fólk. Það bara eins og foreldrar skamma krakkan sinn eða þannig. Þeir eru að senda skilabóðin inn. Það þarf líka að stíga alltaf fast í jarðar þar til að vega upp á móti þessu og vega upp á móti þessu með fjölmiðlun sem að þú veist, getur bara benda á þeirra skoðun sé nú nokkuð ljósamt. Ég held að þetta nú einhverjum hug að núverandi ríkisstjórn sé með hatursumræðu eða... Nei, ég sagði stíga fast að til jarðar. Já. Aðeins vera aðskil. Ég er saman því, mér finnst að stjórnum þegar ég að taka þetta alvarlega. Það sem svona vaxandi rasismi. Ég hendur það geta alvarlega sko. Þetta grefur undan öryggi fólks þegar svona umræða fer á sá sem ekki hvítur og hörund, hann óöruggari í dag en hann var fyrir mánuði síðan. Það alvarlegt. Og fólk
En við þurfum að taka þetta, það er ekki nóg að stjórnvöld taka þetta, það þarf að taka þetta inn í skólakerfið og þið þurfum að fylgja, það var að ræða þetta við börn og þarna kenna þeim að sko lesa samfélagið og horfa gagnrýnum augum á svona umræðu og hundaflautur og það sem í gangi. En hérna, Benedikt, þú og Daði Már ekki sömu skoðunar í öryrkjamáli? Já, sko, það semst lagt fram ákveðið frumvarp sem vill svo til að kemur úr fjármálaráðuneytinu og það að það megi ekki taka tillit til bóta almannatryggingakerfisins hjá lífeyrissjóðum. Það er tvennt í þessu, þetta svolítið flókin mál eins og lífeyrismál og fólk á erfitt með að setja sig inn í það. En það er kannski fyrsta lagi það að prinsipið að menn eigi ekki að vera betur settir fjárhagslega eftir áfall heldur en fyrir. Ef maður klessikeri bílinn sinn og hann upp á 5 milljónir, þá á maður ekki að fá 6 milljónir fyrir í bætur. Og þetta svona sambærilegt, fólk á ekki að fá hærri laun eftir að sem örorkubætur heldur hann var með fyrir. Hitt það að með því að lífeyrissjóðir þurfi að borga meira, að lífeyrissjóðir eru bara ákveðin stærð og þá verða þeir að taka það af einhverjum öðrum og það einlengir aðra að taka það af heldur en lífeyrisþegar og það verður þá að lækka lífeyrisgreiðslur til þeirra. Þetta held ég hafi ekki verið hugsað svona í greinagerðinni, talað þetta sé nú bara lítilsháttarmál í ákveðnum sjóðum, sérstaklega sjóðum verkamanna og sjómanna, þá þetta stórmál, getur verið þegar fram í sækir, getur 5, 6, 7% lækkun sem umræðir og það bara afleitt að það skuli koma frá ríkisstjórninni. Ég held að það hafi bara ekki verið athugað nóg, var ekki hugsað frá upphafi, það var ekki haft samráð við lífeyrissjóðina, talað samráð en mér skilst það, ég var ekki á þeim fundum en mér skilst það hafi verið fundir þar sem hafi verið bara sagt svona verður þetta og það auðvitað óöfnilegt. En þú þekkir mjög vel til í þessu, þú margreiknaði þetta ekki? Þú unnið mikið? Jú, ég hef unnið mikið við það er mín vinna. Já, þannig að þú sér þetta alveg skýrt svona. Já, hjá þessum sjóðum. Þetta er einhverjir 5 sjóður sem þetta kemur sterkast við, en kemur eitthvað við alla. Já, en þar munu sem sagt sjóðsfélagar í þeim sjóðum, sem eru konar eftirlaun, að þeir muni munu fara eftir laun. Það var bara tryggingastofnun sem að... þá fer meiri kostnaður yfir á ríki þar líka. Þannig að þetta gerist ekki alltaf í einu. Þetta gerist svona í áfengum. Hluta af þessu gerist strax, en hluta af þessu eru svona óbein áhrif. Til dæmis, við höfum náð mjög miklum árangri í endurhæfingu núna undanfarin ár hjá meðal annars gegnum starf virk. Ég veit að margir óttast að það starf mun ekki gefa jafn góðan árangur þegar ekki lengur þessi fjárhagslegi hvati. Ég held að félagslegi hvati alltaf til staðar. Það vilja allir freka vera á vinnustað og gera gagn. En þegar að eru að horfa á það, ég annars með 750.000 krónur núna, ef ég fer á vinnumarkaðin þá fæ ég 600.000. Er það skynsamlegt? Ég hérna með 2 börn sem að sjá og þetta snýr ekkert að því að menn vilji skerða kjör öryrkja. Það er búið að setja fram og samþykkja lög það að það á að breyta bótakerfi öryrkja núna 1. september, þannig að þeirra kjör munu batna. Það er alveg klárt. En mér finnst eins og sumir í stjórnvöldum, bæði þingmenn og jafnvel ráðherrar ekki átta sig á þessu máli hvað það er stórt og það sem er mjög vont í þessu við höfum fengið og margir sér óánægðir með lífeyrissjóðina, bara þeir menn alltaf óánægðir með þá svona stóru og þeir eru mjög stórir hér á landi að þá hefur þó lífeyriskerfi hér fengið bara ágætis einkunn í alþjóðlegu mati og við eigum ekki að spilla því kerfi. Það er það sem mér finnst vera undir núna. En þetta er svo sannarlega ekki einhver úthugsuð aðför að kerfinu. Þetta bara gerist vegna þess að fólk ekki búið að kynna sér þetta nóg áður en að fara á stað. Bara afleiðingar af þessum breytingu sem eru fyrir það. Já.
Og afleiðingar af því að ég held að séu kannski bara 3 þingmenn sem almennilega inni í þessum málum sem að átta sig á því hvernig svona styrkjakerfið virkar. Já, Er það ofmat hjá mér? Ég veit ekki hvað Þú sér það bara í umræðu í þinginu að það eiginlega flesti þingur sem eiginlega bara segja pass af því að þeir bara skilja ekki hvernig það virkar. Já, og alveg fólk upp í ríkisstjórn segir pass. Og það ekki nógu gott. Og þetta bara þeim mun verra vegna þess að þetta eru verkalýðssjóðirnir sem þetta fer verst með. Sjóðirnir það sem eru mest læknar eða verkfræðingar og svona þetta, bara fólk sem komið með svo há laun að það fær hvort ekki neitt frá Tryggingastofnun, það snertir þá ekki neitt. Nei, þetta eru þeir sem að þurfa að borga sem mest að örorku. Það svona erfiðisvinnufólk. Já, erfiðisvinnufólk. Það bara sem er slitið áður en að það verður 67. Já, og bara ýmis konar fólk. Og mér finnst þetta að vera svo sorglegt vegna þess að núna loksins höfum við verið að ná árangri í endurhæfingunum. Við erum að ná fólki út á vinnumarkaðinn, svo koma þessi nýju lög sem eiga að styrkja við það heldur en það betur að efla atvinnuþátttöku öryrkja og mér fannst þau alveg mjög góð. Þetta orðið miklu líkara því sem er bara nánast eins og ellilífeyriskerfið. Þannig að þetta ekki þetta flókna kerfi sem í gildi núna og verður til 1. september, verður einfaldaða. En svo kemur þessi svona rúsína í pilsuetanum og hún bara ekki mjög gómsætt. Nei, ekki fyrir þá sem þurfa að borða hana. En í Danmörku? Nei, og ekki sem þurfa að borga hana. En mér skildist það þegar þú ferð á örorkubóti þá það hefur verið þannig að lífeyrissjóðarnir borga að hluta til og almannatryggingakerfi, en nú hlutfallið þá að hækka til að jafna, til að hækka kjörin eða bæta kjörin. Það hefur verið þannig að segjum bara einhver hafa verið með 600.000 og það farið yfir hvaðan með tekjur samtals og ef að hann fær til dæmis 350.000 krónur frá Tryggingastofnun þá fær hann bara 250.000 krónur mest frá lífeyrissjóði til þess að ná sínum launum. Þegar ellilífeyrir greiddur þá fólk ekki að fá sín laun 100%. Ekki nema að það hafi þá verið þeim lengur byrjað að vinna 16 ára og svo framvegis. En ég held að vandi liggi ekki nákvæmlega í þessum upphæðum. Ég skil þetta allt með efnahagshvatan og þvíumlíkt en fólk nú vanlega ekki að leika sér að því að vera örgi. Það bara erfitt hlutskipti. En hins vegar þetta hefur svo mikið með annað að gera eins og til að mynda. Það ekkert launin þurfa að hækka svo mikið bara til þess að getur leigt til dæmis húsnæði og mættinni þörf fyrir húsnæði og núna náttúrulega búið að reyna að gera einhverja breytingar á þessu, hafa þetta ekki vísitölu tengt svo framalega sem þetta ekki þá samningar sem eru umfram ár og þvíumlíkt. En það sama, þú veist, það bara aðgangur fólks að örugghúsnæði og viðráðanlegu verði, það hefur rosa mikið að segja upp á bara auðvitað hvers konar lífi og lifir og ég meina þegar fólk farið að greiða jafnvel 70% af sínum tekjum, það sem hefur í vasanum til þess að borga leigu og hita og rafmagn og kannski internet, veist, þá áttu 30% eftir og þetta bara hlutskipti fólks og það það sem vandinn. Þetta allt rétt. En þetta bara annað mál. Ég veit það. Og það má ekki blanda þessu tvennu saman og það ekki þannig að lífeyrissjóðirnir sem núna á mótmæli sé eitthvað á móti öryrkjum, svo sannarlega ekki. Þeir bara að segja við viljum vernda alla okkar félaga hvort sem eru ellilífeyris þegar eða öryrkja. Það þarf heilstæða nálgun. Út af því að það ýtir undir auðvitað verðbólgu þeir alltaf fyrir svona hækka líka en ef þú ert ekki með þú veist, ef húsnæði dýr þá þetta leiðin sem farin. Hún ekki þetta skynsaleg. Þannig að en talandi nú maður langar mig að skjóta hérna alveg öðru að því að Benedikt nú hérna. Þetta gríðarlega hækkaða fasteignamat sem að koma núna, þar sem að sumstaðar fasteignamat komið yfir markaðsvirði húsnæðis. Af hverju stafar þetta? Þetta einhver fjáröflun sveitarfélagann og verður þetta ekki gríðarlega verðbólgu hvetjandi? Ég átta mig nú ekki á því, ég bara sá þetta sjálfur daginn, ég var að fekk tilkynningu bara eins og allir aðrir húseigendur. En þetta ekki verðbólgu hvetjandi? Ég veit það svo sem ekki. Þetta lítur að hækka verðið á húsnæði. Reglan á að vera svo að þetta taki mið af nýlegum sölum í hverfunum. Og ég bara fylgist nú ekki svo vel með. Man það þegar
keypti húsið mitt á sínum tíma og svo nokkrum árum seinna kemur einhver tími og segir rosalegur grætt mikið á því að hafa keypt húsið. Grætt á því, bindu. Ég bara bý í húsinu. Ég er búin að býða ennþá 20 árum seinna. Ég er ekki að víla og díla með húseignir, þannig ég bara held þetta sé ekki plott. Ég hugsa þetta sé nú... Nei, ég held þetta sé ekki plott, en ég held þetta sé kannski svolítið vanhugsað með að við hvað miklu hagsmunir að því að ná. En einhver bæjarfélag ætla nú að lækka álagningarprósentuna, sá ég, sko. Já. En hækka mest á Suðurnesjum, sem að þar mesta fátækt inn og Sveitarfélögin eru háðar í þessum skatti núna en var kannski fyrir 30 árum þegar það var til aðstöðugjald þar sem var talið sjálfsagt að fyrirtækin greiddu til sveitarfélagana. Ég held til dæmis að fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði sé hærra núna en var þá. Það er bara vegna þess að þegar þú missir tekjurnar þá verður einhvers staðar að fá tekjur á móti og sama á við þessar lóðasölu sem að náttúrulega er verið að varpa tekjusþörf sveitarfélagana yfir á bara hús, þessum íbúðakaupendur og leigjendur langt fram í framtíðina. Það var líka, nú er ekki borgað útsvar af fjármagnstekjum og það er náttúrulega eitthvað þurfa sveitarfélagið að fá í staðinn. Þannig að en þau ákveði ekki, sko. Tekjugrunnur sveitarfélagana er bara allt og veikur, sko. Þannig að það var eiginlega styrkja hann. Eru fundin út allt annar stað eða verkefnin og HMS sem að gera það. Nei, ég heldur það. Hérna Unnsteinsson, þið þekkið hann kemur nú reglulega og segir það að í Skandinavíu eru kannski, sko, 66% af verkefnunum eru á sveitarfélögunum. Hérna er þetta bara þriðjungur, þannig að raunverulega ríkið, sko, fyrirferða meira á Íslandi og minni ákvarðanir teknar í svona nærsamfélaginu heldur en í öðrum samfélagum kringum okkur. Þetta er samt stór verkefni, þetta er menntun auðvitað barna og þetta eru málefni fatlaðs fólks og svo náttúrulega með fjölþættan vanda og mér varst mjög jákvæð þegar ríkisstjórnin ákvað að taka þetta yfir sig til sín með börn með fjölþættan vanda og ungmenni vegna þess að þau það er svo óbúslegur aðstöðumunur hjá sveitarfélögum og það er þetta er líka spurning sko að það sé vera að jafna aðstöðumun og það þarf náttúrulega ríkið að koma og inn í svona dæmi einmitt til að gera það og með betri úrræðum sem að þá gildi jafnt fyrir alla og það er eins með skólan út á landi auðvitað, ég meina ég var kennari í svona sveitaskóla og ég var 21 árs og ég gæti kennt þeim ensku og íslensku og dönsku og eitthvað svona en þú veist ég var ekkit frábær eðlisfræði kennari sko og efnafræði kennari, ég var líka að kenna það. Þannig að það eru svona hlutir og ég er mjög hlynd því að Ísland noti miklu meira við svona fjárbúna eins og til að mynda fyrirtæki Þorgeir Helgu Connect sem er þá að bjóða eins og bara fyrir börn sem að þurfa að fara til talmeinafræðins. Nú geta þau bara verið í talmeinafræðslu heima hjá sér í staðan fyrir að þurfa að koma alla leið til Reykjavíkur og kostnaði fyrir fjölskyldurnar og allt það eina og eins bara aðgangur að sálfræðingum. Eitt sálfræðingur kannski í þorpinu og hann er pabbi vinkonunnar eða eitthvað slíkt ef eitthvað kemur upp á, þú veist og eins er hægt að bjóða upp á meiri held ég bara kennslu og að hafa aðgang að betri kennur eða þá jafnvel auka kennur með eitthvað svona gegnum þessa fjárfundabúnaði sem eru bara orðnir alveg rosalega auðvitað frábært tækni fyrir svona lítið land sem er rosalega stórt og óbúslega dreifbylsta land í Evrópu. Já, ég ætlaði með það nefna börn með fjölþættan vanda sko, sem leggst mjög misjafnlega á sveitarfélög og geti leggst mjög þungt og hefur leggst mjög þungt á lítil sveitarfélög. Ég segi það, ég bara þekki dæmi um þetta, þannig að þetta er kannski öðruvísi segjum í Danmörku þar sem að eru miklu stærri sveitarfélög og fjölmennari og landi allt þéttbýlla. Það þarf líka að setja skýrari reglur hvaða þjónustu sveitarfélögum ber að veita og það hefur nú svolítið brunnið við til dæmis bara hérna á höfuðborgarsvæðinu að það eru ýmis sveitarfélög sem að sleppa mjög billega undan mörgum svona félagsmála verkefnum eins og þarna umönnun aldraðra og svoleiðis og flytja bara fólk kreppaflutningum yfir til Reykjavíkur þegar það fer að kosta eitthvað. Og erfitt að sækja þess að þjónustu mörg dæmi foreldra langveikra barna sem að þurfa alltaf að vera að sækja allt sko, eru senda á milli hinga og þanga. Þannig að við getum gert þetta miklu betur og getum gert þessi þjónusta og maður heyri það þeirra talandi Íslendingar sem hafa flutt eða flúið til Norðurlandana
hvað þau samfélög eru miklu fjölskylduvænni og til dæmis taka betur á móti fólki sem að þarf á þjónustu að halda. Hérna fólk oft sent á milli sjálft og bara þungt. En má ég aðeins að þau út af fasteignagjöldunum. Þar ákveðið alltaf ekki svona 6% af íbúðum sem að skiptum eigendur á hverju ári. Og það kemur eitthvað verð út af því. Og það bara samkomulag í samfélaginu að það ráðið í hvað þú borgar mikið í fasteignaskatta og við bara trúum því að hvað húsið þitt verðmætt og þetta bara trúum þessu. Í kvótanum að það var meira en 6% leikt á hverju ári en þá segja útgerðarmenn að það sé alveg fráleitt að taka viðmiðun af því verði sem að þeir eru að leigja hvor öðrum þó að það er ekki nálgi að vera 16-17% af kvótanum sem gengur í leigu og svo líka í sölu þannig að verðmæti kvótans liggur alveg fyrir og það er miklu lægra það sem verið að borga viðmiðunni núna þótt að menn sé að teygja sig til Noregs út af uppsjávarfiskinum verðmæti kvótans er miklu herra heldur en að vera að gera ráð fyrir í þessu frumvarpi eða þessum breytingum og leigan sem að þeir borga einhvern tíma sló ég á það verður svona svipað og ættir kannski 75 milljón króna íbúð og leiðir hann að einhverjum á 25 skall á mánuði. Já, það er vitið í þessu sko. Þarna á náttúrulega að láta markaðinn ráða og það var nú svona stóra mál Viðreisnar á sínum tíma. Það var það að vera með markaðsleiði í sjávarútvegi. Það sem verið að sitja á núna er ekki markaðsleið en mér fannst alltaf að útgerðarmenn átt að stökkva á það. Þetta eru segjast vera kapitalistar og segja markaðurinn lítur að vera réttastur og við sjáum að það er svo margt sem er skakt í útgerðinni að þegar við erum með útgerðin sem er að græða á hverjum einasta degi og nú það það bil 150 milljónir króna hvern einasta dag og búið að gera það alveg frá 2010 og þegar útgerðar aðilar eiga orðið meira og minna öll möguleg fyrirtæki, flutningafyrirtæki, fjölmiðla, heildsölur og svo framvegis. Það er eitthvað skakt í þessu kerfi. Ég held að það sem var hægt að ná núna og vonandi næsta nú á þessu þingi er að hækka þetta gjald en langbest væri að þetta væri markaðstengt, þá getur það hækka þegar að aðstæður eru góðar, það getur þá lækkað aftur þegar að aðstæður eru slæmar á mörkuðum og menn get ekki búið jafn hátt í aflan. Það væri miklu skynsamlega gerð og það langt best þá myndi leiða til mest hagræðis í þessari grein og til þess að þjóðin fengi sinn sanngjarna skerf sem hún auðvitað á að fá. Þetta er stutt skref sem að Viðreistin að stíga með þessu frumvarpi? Ríkisstjórnin er nú að stíga þetta svona í heild. Ég held að það hef ekki verið Viðreistin sem að réði forminu á því hvernig þetta er gert en þetta er næstu Viðreistin með þetta, hann verður með atvinnuvegaráðuneyti. Já, ég veit það og með fín ráðuneyti og fína ráðherra. Ég heyrði eitthvað Framsóknarmann segja að þetta væri að Kristóf Frostadóttir hafi lofað að þetta yrði tekið í nokkur skrefum og var látið eins og þetta væri endanlega markmiðið. En ég held að nú margir lítið á þetta sem bara mjög stutt skref í áttina einhverju réttlæti í sjávarútvegi. Já, ég held að ég vera bara öðruvísi kerfi. Það er það og hvort það er leið til hækkunar eða lækkunar þegar upp eru staðið, það kemur ljós, mér finnst það langt líklegast að leið til hækkunar vegna þess að markaðurinn eiginlega segir það þegar að vera með svona rosalega mikinn hagnað en þetta er betra heldur en kerfi sem við erum með núna. En það er náttúrulega líka það sem við hefur verið að segja á móti er þessi fyrirsjáanleiki og reksturinn og mikla fjárfestingar í skipum og búnaði og því er líkt þannig að þú veist, það er líka alltaf verið að ræða það, þú veist, að hvað miklu leyti er hægt að markaðsvæða þetta upp að því að það er hægt að gefa, kannski vera með ákveðin hlutfall, þú veist, veiðiheimilda og uppboði til þess að líka skapa þá einhvern stöðuleiki í greinu og svona, en þetta er náttúrulega með veiðilagjaldi, þetta er svo auðvitað löngu tímabært og greiða fyrir afnotin að því að geta veitt fiskinn úr sjónum, það er náttúrulega nokkuð ljóst mál. Þessi krafa fyrirsjáanleika líka svolítið skrítin sko. Hver er fyrirsjáanleiki þeirra sem eru að kaupa sér íbúðir á vöxtum hérna á Íslandi?
Já, nákvæmlega. Það er gengur út frá því að borga 120 krónur á mánuður og borga 460 skall núna. Það er nú ekki mikill fyrirsjáanleiki bara í rekstri yfir höfuð. Það væri voða gott ef maður væri alltaf með áskrift að sömu tekjunum. Það er ekki þessu fyrirsjáanleiki þessu þætti. Nei, nákvæmlega. Ég var velta fyrir mig, það var lagt upp með þetta yrði cirka 10 milljarða hækkun, svo er búið að gefa einhvern afslátt af þessu. Hvað er að sjá fram á? 7-8 eitthvað. Þeir voru að breyta núna líka. Fara með kolmunaverðið 80% af norska markaðinum og hvað annað. Fleiri. Já, þetta er lítið í skjóðunni þegar hún kemur á enda. En haldið þetta náist núna? Já, ég held það nú. Ég held það nú að munum nást. Næst mæta allir í málþófið, Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Framsóknarmenn og Sjálfstæðismenn að hvíla sig núna fyrir næsta málþóf. En það sem ég finnst kannski náttúrulega verst við þetta kerfi er bara hvernig það fékk að þróast. Ég meina þetta er náttúrulega rekstur og svo var þetta farið að telja þetta fram sem eign. Og svo byrjaði þetta á því ef að þú varst sjávarútvegs bóndi og skildi við konuna og hún var ekkert í sjávarútvegi, þá fekk hún bara helminginn af kvótanum. Svo er þetta núna bara orðið fyrirframgreiddur arfur til barna og svo framvegis. Og þú veist, og átti þetta þá ekki bara alltaf að vera ef var ekki hægt að binda þetta bara við það að þú væri starfandi í greininni í raun og veru. Þú veist, eða, ég meina, þú ert kannski starfandi auðvitað þegar þú bara rekur sjávarútvegsfyrirtæki þó þú sért ekki það sjálfur á sjó eða slíkt, en þetta þróaðist bara svona innan út frá fiskiþingi og þegar var verið að reyna að fækka í flótanum og þá voru bara til þess að fá alla með, þá voru bara keyptu hvern annan út úr greinni, svo fyrir þetta bara að þróast með þessum hætti, án þess að það hafi eitthvað verið sett eitthvað sérstaklega í lög og þó að stangist raun og veru á við það sem er að þetta sé samlag þjóðarinnar. Ef við hefum spurt fólk svona í kringu 1980 og lýst kerfinni svo er í dag og afleiðingu þess að væri raunverulega bara, hvað við segja, 14 fjölskyldur sem að væri með 65% af kvótunum. Fólk hefði haldið að við verum bara að grínast, sko. Sem þið myndu segja, uppbyttu heldur að við verið standa í einhverjum landhelgisstríðum við að fá yfirráð yfir auðlindinni til þess að enda bara í höndunum á hvað sem það heiti, Þorsteinn Már og Guðmundur í Brím. Þetta grínast. Fólk hefði bara hafnað þessu. Og við erum með svona kerfi sem að, þú veist, enginn vildi, sko. Þeir hafa sagt þetta nú einhverjir sem tóku þátt í þorskastríðunum, einhverjir sem voru skipum. Við hefum lýst fyrir fólki 1980 að húsnæðiskerfið okkar væri þannig að það væri bara börn af efnameiri heimilu sem getur eignast húsnæði. Fólk hefði sagt bara, hvað, á 50 árum að fóruðu þangað. Við erum bara að hissa. Við lögðum af félagslegt húsnæði. Já, ég held nú reyndar sko að það væri kannski betri líking að segja það sko að það væru hér bara örfáir aðilar sem hefðu allt húsnæði og þyrftu ekki að borga nema bara pínulitla leigu eins og varst að lýsa á það. Ég held það sé svona dæmi sem að væri nær lægi. Útlitað húsnæði bara. Útlitað húsnæði til leigu öðrum. Já, og svo kemur alltaf sjávarútvegsfólki og segir, heyrðu, já, við viljum þá að gera þetta með allar auðlindir og af hverju vilja allar auðlindir bara vegna þess að það tefur málið. Það er nú meiri hluti aðal stjórnmálaumræðan undanfarin áratug kannski alltaf held og ekki kannski fyrstu árin eftir að við stofnaðum lýðveldi og svona næstu 30-40 ár hefur verið að stoppa framþróun. Það er að stoppa það að við megum ekki ræða Evrópusambandið, við megum ekki halda áfram þar, við megum ekki taka upp nýjan gjaldmiðil, við megum ekki taka upp nútímalegan landbúnað, við megum ekki vera með sanngjarnt sjávarútvegskerfi. Það verður að stoppa þetta einhvern veginn og til þess að viðrist til eða eitthvað. Til þess að viðrist til að reyna að sporta við þessu. Já, og líka sko eins og svo er þetta náttúrulega þessi tvískinningur út af því að svo eru þessi íslensku fyrirtæki eins og Samherji að veiða undan ströndum Marokkó og sem að og þú veist, Vestur-Sahara er búin að vera hann í sjálfstæðisbaráttu í áratugi og þeir eru að veiða í raun og vera á miðum sem þeir segja tilheyri sér og og þeim finnst það ekkert mál. Þú veist, að kaupa kvóta eða sko kaupa kvóta í gegnum ESB, þú veist, sem er að veiða undan ströndum Marokkó og þú veist, en það má alls ekki sko ganga í Evrópusambandið sem áður út af því að þá mun bara allt fara til fjandans. Það fyrir út í heim, óttist þið að verið stigmögnun í átökunum í Miðausturlöndum, þannig að leiði til meiri frekari stríðs? Við hljótum að hrættum að svo fari. Erum við á barmi þriðju heimsstyrjaldarinnar? Ég veit það ekki, en ég er í alvöru hrættur. Sjá Úkraínu, sjá Miðausturlönd og sjá hervæðinguna innan Bandaríkjanna
finnst það bara vera ógnvænlegt. Þetta sé bara ógnvænlegustu tímar sem maður hefur lifað. Já, tek undir þetta. Og ég held að þessi tíðindi þarna með Ísrael og Íran séu gríðarlega alvarleg og ég held að við séum, það kemur til með að stigmagnast núna. Mjög mikið, það alls konar hópar sem að þarna, þótt að þessi lönd í Miðausturlöndum muni kannski ekki snúast á sveif með þarna Íran eða hinnum, að það alls konar hópar í þessum löndum sem að Íran hefur til dæmis verið að styrkja, sem muni fara fullt núna og þeir eru reyndar þarna frekar haltir og skakkir eins og Hizbollah og fleiri, en þetta, ég meina við erum að sjá fram á að það verður núna þarna þetta stríð sem að fleiri og fleiri þjóðir munu dragast inn í einhvern veginn. Ef þetta verður önnur lönd þá myndu íslensk stjórnvöld segja að Íran hefði fulla rétt á því að verja sig og svara fyrir sig. Já, það ekki sagt. Já, ég held hins vegar að sko, það er náttúrulega það sem við nota sem titlaástæði núna Ísraelar þegar alþjóða kjarnorkuvopna stofnunin kom fram með skammaði í raun og veru eða ávítur til Írans fyrir að vera ekki uppfylla upplýsingaskyldu sína í sambandi við auðgun úrræðinu sem hefur alveg farið frá 2% upp í 60% og þá gefa þeir sem eru í stjórn stofnunarinnar og það eru sem sagt Bandaríkjamenn, Þýskaland og Frakkland gefa út yfirlýsingu og sem að 19 kjósa með 11 móti og 11 sitja hjá og 3 á móti, það eru Kína, Rússland og Burkina Faso og þeir nota þetta, sko, þetta fyrsta svona, sko, raunverulega alvarlega svona ábendingi til Írans að hálfu stofnunarinnar síðan fyrir 20 árum síðan og þá fara þeir inn og ég held einmitt, sko, akkurat, þetta líka, sko, liður í þeirra aðgerðu núna út af þeir eru, sko, algjörlega uppræta að þú veist það sem þeir kalla náttúrulega Axis of Evil eða þú veist þetta bandalega gegn sér sem náttúrulega Íran sem á bak við Hamas sem þeir eru að uppræta eða reyna, þú veist þeir eru alveg meira og minna búin að niður á þeim Hizbollah Assad farin frá völdum sem sagt í Sýrlandi þannig þessi vopnaflutningar gangi ekki lengur til Hizbollah í gegnum Sýrland eins og var og það er komið nýr leiðtogi þar sem að Trump að hitta og reyna að fá hann til að gangast inn í Abraham-samkomulag sem gengur út af því að það verður eðlisafskipti á milli Sýrlands og Ísrael og núna hver eftir af þessum þú veist, það svo sem að stendur á baki og hútarnir eru náttúrulega líka í Jemen, já, en þeir, þannig að þeir núna fara þeir og þeir sprengja og mér finnst skilabóðin vera bara, ok, þú veist, þið skulu ekki voga ykkur, ekki halda, þú veist, áfram að styðja við sveitir sem að ógna okkar öryggi, þið fá að finna fyrir þessu og það er mjög skrítið út að Trump var náttúrulega átt að hitta sem sagt Íranana í dag til þess að fara í viðræðurnar samning í tengslu við þróun kjarnorku í Íran sem þetta varð ekki og utanríkisráðherra Írans kom á Al Jazeera bara í dag, þetta fyrst skipti sem hann kemur fram og hann að segja að þú veist, hann bara í raun og veru, ég segi ekki biðla, en hann bara að segja, þú veist, þetta verður að stoppa. Þeir svara alltaf fyrir sig, verða að gera það. Þú veist, þannig þetta bara. Þeir svara alltaf fyrir sig. En þeir hafa engan áhuga á stigmögnum og þetta er grafalvarlegt mál auðvitað. Þeir eru að sprengja upp kjarnorku, þar sem kjarnorkinu er framleitt bara upp á geislavirkni og allt hvað eina. Þannig að þeir eru, minnskosti, að gefa þarna til kynna að þeir hafi verið tilbúin í þessa viðræði, þeir hafi verið að taka þátt í þeim og núna til dæmis þess og Ísrael að halda því fram að Trump og þessa viðræði við Írani hafa bara verið blekkingaleitur þannig að þeir væri ekki, sko, út af því þessi árás Ísraels kom mjög óvart. Allt í einu letu til skara skríða. Og núna, náttúrulega hefur auðvitað síðan Trump sagt, heyrðu, ef þið gangi ekki að mínum kröfum, þar segi í sambandi við þessar samningaviðræður, þá mun Ísrael sprengja ykkur bara, þú veist, aftur til fornaldar eins og gera bara við Írak og svo framvegis. Þannig að maður veit ekki hvað liggur á baki, en ég held hins vegar, það er engin áhuga á því að þetta stigmagnist, þetta dreifist yfir, fólk óttast það, ég held að gerst ekki, ég út af því að ég bara svona, ég vil ekki trúa því, Sádi-Arabar eru búin að gjörsamlega fordæma þetta,
Og jú, þeir leifa þeim að fljúa þarna eitthvað í gegn, en það er saman. Ég held að fara ekki þannig. Nú bara glemdi ég því. En það hefði þá ekki verið merkilegt. Nei, en það má ekki gleyma því að það var nú Trump á sínum tíma sko sem að rauf þetta samkomulag sem að var þó búið að gera við Írani og búið að því að voru þarna þvingan í gegn þeim og komið samkomulag, svo allt í henni kemur Trump að og segir nei, ég segjum ekki við bóa. Já. Og hann gerir það til að þóknast Netanyahu, út að Netanyahu hefur aldrei viljað semja við Írani. Þá er þetta nú bara upprunnin held ég að því að þetta hefur gengið svona langt í miður. Já, og það er líka vegna þess að... Og Trump er líka svarti Péturinn í þessu, sko, hvaða afstöðu bandar í stjórnvöld munu taka og hversu langt þau munu ganga til þess að... En við skottumst alltaf eftir þeim, við erum alltaf sammála bandaríkjunum. Nei. Jú, hver er munurinn? Nei. En við erum alltaf... Við setjum okkur upp á móti stefnu bandaríkjunum í Við erum alltaf ekki mjög kröftug, en við erum ekki sammála endilega, sko. Það sitt hvað, sko. Ég held að það sé almenningur á Íslandi hafi nú... Já, almenningur en stjórnvöld hafa aldrei sett sig upp á móti því sem að bandaríkjamenn eru að knýja í gegn á alþjóðavettvangi. Já, en ég held að Ísrael menn eru hræddir líka hér, það er alveg rétt. Já, en vandamáli er náttúrulega Ísrael, ég menna, og Netanyahu sem búin að vera völd síðan 20 ár og hann hefur alltaf verið mótið þessum samningum einmitt sem Trump sagði upp í Íran og hann vill ekki semja við hryðvirka menn eins og hann segir, hann var aldrei verið tilbúin til þess að taka og þú veist þegar Hamas hefur verið með styrslaginir að semja eitthvað við þá, hvað þá Íran og hann er auðvitað algjörlega mótfallin því að það séu nokkuð svona samningar í gangi, þú veist, hann er og til hvers... En ég held að Ísrael sé komið út á mjög hálan ís með þessu nema þeir fái mjög sterkar stuðning frá Bandaríkjunum og þá erum við öll bara fókt. Ég heyr ekki betur en að ráða fólk í Evrópu segir ekki þetta sem ég var að segja áðan að Íranir hafi rétt á að svara fyrir sig. Þeir segja sumir að bara Ísraelsmenn hafi rétt á því að verja sig með því að koma í veg fyrir að Íranir geti þróað kjarnorkuvopn. Þetta er bara eins og Írak fyrir þeim er bara að fara inn í lönd og sprengja þar og myrða samningamenn og eitthvað fleira. Ég sé ekki betur en að okkar heimsluti sé ekki að blessu við þetta. Og það er bara stórhættulegt, það mun leiða til stigmögnunar og við munum fá þetta í andlitið sko, alveg eins og við fengið allan enn hernað Bandaríkjanna í Írak og Sýrlandi og í Líbíu og allstaðar bara í andlitið í Evrópu. En það sem ég skil ekki alveg er að þú veist þessi samningar eru í gangi, jú þeir eru óformlegir, kjarnorkuvopnastofnun er þarna að koma fram með þessa ákvörðu til Írans en svo eru það Bandaríkin, Frakkar og Þýskaland sem að gefa út þessa yfirlýsingu sem í raun og veru Ísrael notar sem átvillu til þess að fara inn loksins þeir eru náttúrulega búin að tala það lengi að gera þetta. Þannig maður veit ekki alveg hvað liggur á baki. Það er ekki alltaf það kjarnorkustofnunni sem að segir Ísraelsmönnum að fara þannig inn sko. Nei, en ég var að hugsa ég meina það var líka svo kallið preemptive attack eða fyrirfram vörn út af því sem að tali var að vera og út af kjarnorkuvopnum og það reynda komið ljós að það var allt bara tilbúningur en það gaf þeim þetta pretext eða átvillu til þess að fara inn og málega það ef að það hefði verið, ég veit ekki hvernig með þetta með efnastingarnir í Íran en í Írak var þannig ef við hefðu lyft efnastingunum þá áttu Rússar og Frakkar að fá olíusamninga þeir sem fengu samningana voru fyrst og fremst bandarísk og breskt fyrirtæki eftir Írak og þeir náttúrulega og svo náttúrulega tekur áratugi að byggja hann upp og þarna var mjög gott samfélag, alveg eins og Íran. Það eru auðvitað stjórnvöld eru ekki eftir svona sem stjórnvöld en það er gott heilbrigðiskerfi, það er gott menntakerfi, þetta er menningarsamfélag og þvíumlíkt og það var náttúrulega bara ISIS sem náði yfir þriðjungi landsvæðis í Írak og allt í klessu og þú veist, ef þetta gerst í Íran þá bara þetta grafalegt mál. Og mér finnst auðvitað að maður mætti heyra meira í þessum Evrópuríkjum einmitt. Ég held nú reyndar að Íran veitum það fundust nú aldrei þessi vopn Írak, já, en í Íran er nú alveg viðurkennt, það er kjarnorkuprogram í gangi og þess vegna var nú kjarnorkumálastofnunin að þeir eru komni með getu til þess að framlega vopn og þeir eru náttúrulega líka komni með kjarnorkubyrki sín neðjarðar, við vorum með öll á yfirborði og þeir eru bara auka úrunum frá alveg 2% síðan 20 ára, bara upp í 60%, þannig að það er auðvitað, þú veist, það til hvers
Gallin náttúrulega sá að það fer áróðusmaskinur fara í gang og maður segir, byrðu hverja á maður að trúa? Nei. Var vika í kjarnorkusprengju hjá þeim? Og þó það hefði verið eitthvað viti því fyrir þá að fara að henda einhverjum kjarnorkusprengju á Ísrael? Kjarnorku náttúrulega, það nokkur kjarnorkuríki, það Pakistan, Indland, Ísrael, Bandaríkin, Rússar. Það hefur engin nota kjarnorkuvopn en Bandaríkin og Hiroshima. Og þú veist, þetta náttúrulega sett upp svona sem fæling og ég meina Íran hefur alveg góða ástæðu til þess að hræðast þessi stóru herriki, Bandaríkin og Ísrael ef maður setur sig í þeirra spor. Þannig að þú veist, maður veit ekki, þetta náttúrulega út af þessu ástandi sem maður Það eru Trump á heimaslóðum að það var hersýning, ég kíkti á hana Já. Hún var frekar svona leiðileg verið að segja og fáir sem að mættu svona tómir ávarðapallar og svona síðan voru mótmæli á sama tíma við enga kóng og það sagt að það hafi verið 11 milljónir bandaríkjamanna sem voru út á götum að mótmæla Trump það svona ígildi þess að verið 13.000 manns að mótmæla á Íslandi sem töluvert meira en var í gær hérna í öllu fréttunum á þessu velli það voru ekki hvað 200 þannig að því að við höfum svolítið verið að ræða Trump og svona, hann náttúrulega að ganga, hann að grafa undan fjölmjölum, hann að grafa undan háskólunum, hann að grafa undan þinginu með þessum endalísu tilskipunum sínum, hann eiginlega bara að búa sér til sitt eigið svona forma á einhverju forsetaræði, algjöru í Bandaríkjunum og maður velt fyrir sér hvað demókrataflokkurinn ekki stjórnarandstaða í Bandaríkjunum því að hún heyrist ekki, en þarna birtist svolítið kröftug mótmælabylgja, ég held að í öllu löndum myndi þetta þykja stór tíðindi. 2 þingmenn demókrata voru skotnir til bana. Já, en hann ekki að búið sér til samningsstöðu? Þetta náttúrulega, það ótrúlegt, eftir allt þetta með tollana eins og milli Kína og Bandaríkjanna, þá ákveður hann að hverfa aftur að upprunalega samkomulaginu sem voru 10% tollar á vörur frá Bandaríkjunum til Kína og 40% frá vörum Kína til Bandaríkjanna og allar að hleypa bandarískum námsmönnum aftur inn í landið í staðin fyrir að gera það ekki. Og þú veist, hann öll þessu útspil hans og eins og núna bara, þú veist, mjög alvarlegt þetta með Íran, en hvað hann að gera? Þú veist, hann að segja gangi að mínum kröfum og þá hættir Ísrael árásum. Ég meina, hann ekki bara búið sér til samningsstöðu? Hann verðist vera að gera það allan Ég ætla að vera að spyrja hvort að þegar þið trúið að almenningur í Bandaríkjunum gæti haft áhrif á stjórnarstefnuna. Því að það ekki sérst neitt almennilegt mótvægi við hann nema að fylkisstjórinn í Kaliforníu hérna. Jú, en ég meina því hefur svo sem verið spáð að það muni verða borgarastyrjöld í Bandaríkjunum ef þetta heldur áfram sem horfir. Og Trump náttúrulega koma á einhvers konar fasisma, hann að því og fólk að rísa upp gegn því. Þannig að það verður spennandi að sjá í rauninni, þannig ég held að það verði þá bara einhvers konar uppreisn og hún komi bara neðan frá. En þessi morð sem þú varst að minnast á þarna í Minnesota, að það kom ekki fram í fréttum hér að þetta var einhver hægri öfgamaður sem var að drepa þetta var svona einn af þeim svo sem draf þingmenn einmanna úlfur einhver dauðalista af einhverjum þingmennum sem hann taldi frjálslyndar en góðu hófi gegnir. Við tökum kannski fráðin hérna með næsta hópi af fólki sem á leiðinni. Já, en við ætlum að þakka ykkur fyrir komuna. Benedikt Jóhannesson, Magnea Marinósdóttir og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir. Og hér á eftir koma Halla Guðmundsdóttir, Guðrún Margrét Guðmundsdóttir. En Eva var að afbóða sig sem við höfum kynnt en Davíð Þór Jónsson prestur ætlar að koma í heimastöð. Já. Þannig að við sjáum skilum örstuðli og svo hérna mætir hér nýr hópur af fólki eftir smá stund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1.